Benedikt Rúnar Guðmundsson. Benni, senn líður á lokana á þessari blessaðri deildakeppni og við erum í hörku baráttu að halda okkur inni. Njarðvíkingar að koma í heimsókn, þetta verður eitthvað. Já, það alveg klárt. Nú bara lokaspretturinn og mikil baráttu að komast í úrslitakeppni. Þannig að þetta bara algjörlega lykilleikur fyrir okkur hérna. Við verðum, getum við ekki eiginlega búist í jöfnum og spennandi leik. Þetta eru bæði þessi liður á sama stað í deildinni þó að við séum ennþá með innbyrðis á þá. En þetta eru bæði lið sem að geta unni alla og þú geta líka tapað fyrir öllum. Þannig að við megum búast í jöfnum leik. Já, Njarðvík náttúrulega búið að vera gríðarlegri siglingu núna eftir áramót. Það var erfitt hjá þeim fyrir áramót. Þeir eru búin að bæta við Myron Dempsey sem var á króknum. Við erum búin að fá leikmenn tilbaka á meiðslum. Þannig að þetta allt annað lið heldur en fyrir áramót og eru búin að vinna marga frækna sigra og góða. Voru náttúrulega að vinna KR í síðasta leik og hérna. Þannig að þetta töluvert sterkari lið með meiri breytt heldur en við spilum við fyrir áramót. Og við þurfum að eiga bara toppleik til þess að taka á. Og þá náttúrulega bara stefnan að setja á toppleik. En þetta auðvitað samt þannig að með hverjum sigurleiknum styttist í tapi og öfugt og við erum að koma úr tveggja leikja taprinu þannig að það hlýtur að styttast í næsta sigur. Já, vonandi. Við þurfum að taka 2 af þessum síðustu 3 til þess að tryggja okkur sæti í úrslitakeppninni. Þannig að við höfum 2 heimaleiki, þannig að maður svona horfir í heimaleikin að þar séu mestu möguleikarnir. En Benni, hver líkillinn að því? Við hvernig leik megum við búast á móti Njarðvíkingum? Hvað þurfum þið að einbeita ykkur til þess að ná sigri? Við þurfum bara að finna taktinn í vörninni sem við erum búin að gera í mörgu leikjum núna undanfarið. Fengum vísu á okkur allt og mörg stig í síðasta leik. Og svo þurfa menn að vera með A-leikinn sinn í sókninni eins og voru hérna á móti KR og öðrum leikjum, þannig að við treystum á heimavöllinni í þeim efnum. Þetta verður alvöru veisla, þetta leikur sem ætla að setja í beina á Stöð 2 Sport, þannig að við viljum náttúrulega fá fólk í höllina en hinir sem eru fyrir sunna geta setja fyrir framan sjónvarpið. Já, náttúrulega leikurinn í sjónvarpinu bara fyrir þá sem komast ekki eru bara víðs fjarri Akureyri en þeir sem eru í 100 kilometra og nær, þeir eiga náttúrulega að mæta. Svo náttúrulega verðum við eiginlega og kannski bara vonandi að sé gott andrúmsloft sem að sitja eftir hér í höllinni sem frá því síðustu helginni. Hér var bikarúrslitaleikur þar sem að Þórsar voru að landa bikarmeistaratitli í handbolta, þannig að vonandi ríkir þessi gríðarlega góði andi hérna áfram. Ég segi að þvílíkur leikur hérna helgina og dramatík og spenna og bara frábært. Bara þvílík veisla sem var hérna síðustu helgi. Vonandi fáum við eitthvað annað slíkt hérna. Þetta náttúrulega íþróttahöll og þannig viljum við hafa þetta. Já, þetta bara frábært íþróttahús og gott að vera hérna og vonandi njóta Njarðvíkinga sín ekki neitt sérstaklega hérna á föstudaginn. Nei, þeir eiga heldur ekkert að gera það. Þeir geta komið og nota þess að fá að geta sagt þér hafið fengið að spila hérna en þeir ekkert að fara með neitt. Nei, vonandi ekki, vonandi höfum við betur. Og hópurinn er klár? Hann er klár. Allir svona að braggast og koma tilbaka á meiðslum og svona hann að seljum okkur dýrt. Nú allt eða ekkert? Já, það er komið mars, það er bara komið vor, þannig að á vorin ræðst Íslandsmótið í körfu. Benni, gangið ykkur vel. Takk fyrir það.